Rótin Vaskevicius og náði skotinu frá Valdimari. 8-10 í hálfleik, 10-8 Íslendingum í hag í leikhlýði í baráttuleik, erfiðum leik, ég segi ekki endilega skemmtilegum leik, en okkar menn yfir. Sjálfsagt ekki þá Guðmundur Guðmundsson þarna með þér, Logi. Mikið rétt. Og ég held að þetta sé alveg rétt sem að Guðmundur að segja. Þetta er, ég veit ekki hins vegar, get kannski ekki skýrt það, ég veit ekki hvort að þið getið það, af hverju íslenska liðið er þess svona varslæðislega. Ég hafði trúað því til að koma með enn meira sjálfstraust í þennan leik en það hefur gert. En allt það, myndavélinn á Robert Julian Duranona. Ég veit ekki hvort að þið viljið bæta einhverju við, svona rétt áður en að setja hálfleikurinn hefst. Já, það er kannski helsta sem að þeir þurfa að varast að þeir hafa verið nokkuð skipt að skjóta nokkuð langt fyrir utan. Þeir þurfa að sækja aðeins nær vörninni og eins og ég sagði áðan að það var mjög mikilvægt að þeir auki svolítið hraðan og hreyfi sér meira boltalausir. Þetta er allt og þeir eru alltaf staðir í sókninni þar að segja. Það er einmitt það, þakka fyrir það Guðmundur í bili. Það er íslenska liðið komið inn á völlinn og við skulum vona að við fáum meiri hreyfingu á liðið. Það virðist setja íslenska liðið talsvert út á laginu þegar vörnin kemur svona mikið framarlega. Þó að Júgoslavar kæmu nú aðeins út í svona vörna þá dugði það ekki í þeim leik en Alsíringar komast langt með Íslendinga á þessu. Og sjáum að Patrekur Jóhannesson er byrjaður inná í vörninni og Július er þarna líka, Geir, Gústaf og Valdimar og Dagur fyrir framann og Dagur er að reyna að slíta í sundur sóknarleik Litháanna. Fylgir Savukínasi þarna alveg eftir og það byrjar bara seinni hálfleikurinn á brottvísun á Patrik Jóhannesson. Þetta er alveg ótrúlegt. Ég reikna með að við fáum að sjá þetta aftur á sjónvarpsskjánum en Patrikur fylgdi þarna línumanninu svolítið stíft eftir og hann eiginlega bara datt nú fyrir framann. Ég sá ekki að veri neitt brot á Patrik þarna, ég verð nú bara að segja það alveg eins og er. En það er fjórða brottvísun á Íslendinga og Patrikur Jóhannesson náði að vera inn á í 28 sekúndur. Það var búið að reka hann út af. Svona gengur þetta nú stundum. Og þeir náðu að opna hornið Litháarnir á meðan og eru óánægðir með kúveitana. Þeir skulu dæma, slauta strax. Litháarnir eru 5 á móti 5 Íslendingum. Þeir eru þó engin liðsmunur, það vill nú til. Tjerni Áskas missir hins vegar boltann beint á móti Gústaf Bjarnasyni og það verður honum að gagni. Og svo kemur Dagur bara í gegnum vörnin og skorar! Þetta er bara allt í lagi. Ljómandi gott hjá Degi Sigurðssyni, hann kom þarna, rakti boltan og svo bara gekk hann í gegnum vörnina hjá Litháunum og bætti við 3. marki sínu. Lék geysilega vel Dagur Sigurðsson á móti Júgoslavum. Þetta gengur mikið í kringum hann núna. Og Litháarnir eru ekki ennþá búin að sjötta mannin inná og það er ennþá lengra stað til sjötti manni kemur inná hjá okkar mönnum. En þeir reyna að opna vörnina með hröðu spili fyrir utan. Hér kemur svo línusendingin á Bútskís og Bergsveit Ver og 2 mínúna brottvísun. Ég veit nú ekki alveg hvað þetta á að enda en Geir Sveinsson er rekinn út af í 2 mínútur og þetta er önnur brottvísun Geirs í leiknum. Og þetta gerist líka í leiknum móti Júgoslavíu. Geir fekk 2 brottvísanir. Nú kemur Guðmundur Hallkelsson inn á til að freista þess að verja vítakast hjá Róbertas Pátrú Ólis. Og Pátrú Ólis setur boltan undir hann og skorar 11-9. Er það 9-11. Guðmundur skiptir aftur við Bergsvein og nú koma 4 Íslendingar að sækja gegn 5 Litháum. Og það verða 4 Íslendingar gegn 6 Litháum í einhverja 20 sekúndur á eftir. Já, þær eru komnar þessar. Nú eru 4 Íslendingar gegn 6 Litháum og Íslendingar reyna að leika saman þarna fyrir utan. Erfitt er nú að ógna þetta fáir skoti dags í vörnina og boltinn út af og þar vinnst þetta álítill tími.
og vonandi styttist nú í 5. mannin. Tveir að taka út tveggja brottvísun, Gústaf og Dagur að leika þetta saman og Valdimar. Ólafur tekinn alveg umferð, Dagur og Valdimar og Dagur og nú kemur 5. maðurinn inn á og Valdimar með skota laukufæri en það gengur ekki upp. Arúnas Vaskevicius varði. Það verður að virða það við Valdimar að þó að reyndi þetta skota mjög löngu færi að það varð að skjóta. Leiktafardómurinn lá í loftinu og það er nú betra að koma í skot á marki heldur en að fá sitt enda leiktöf án þess að koma skotinu á. En þeir reyna að setja upp fyrir utan og teygja vörnina í sundur og hér kemur svo skot frá risanum á Suális. Hann skorar annað mark sitt og Litáar minnka muninn í 1 mark. 5 Íslendingar núna gegn 6 Litáum. Það hefur nú gengið ágætlega í þessum leik en brottvísandi Íslandinga orðnar dálítið margar, orðnar 5 og 2 núna í upphafi seinni hálfleiks. Ólafur Stefánsson áfram tekinn alveg úr umferð og nú verður Dagur Sigurðsson að fara að hreyfa sig með boltan og hann með 2 menn í vörnarmóti sér. Hér kemur Júlíus og Dagur finnur færi, nei hann tekinn föstum tökum og aukakast. 26 mínútur og 20 sekúndur til leiksloka. Gústaf Bjarnason að þarna í spjalli við annan kúbverska dómarann og Ólafur kemst þetta fram hjá sínum manni. Sendingans ratar hins vegar ekki á Gústaf. Hún var of lág og það hraðublöf hjá Litáum og þeir skora. Valius Rasíkevicius jafnar fyrir Litáum 11 þegar 26 mínútur eru til leiksloka. Vel framkvæmt hraðublöf, gott hraðublöf hjá Litáunum. Íslenska liðið nú loks fullskipað og 3 marka fórskot glatast á þessum upphaldsmínútum seinni hálfleiks þar sem búið að reka Íslendinga tvisvarsinnum af leikvelli. Ólafur var að reyna að finna Geir Sveinsson á línunni. Geir er í miklum slag hérna á línunni. Þeir halda honum fast, Litáarnir. Og hér þarf að þurrka gólfmenn og þeir rennandi löðursveittir. Og Íslendingar verða bara að skora í þessari sókn. Ólafur, Júlíus og kemst ekki en kemur á Gústaf og Gústaf skorar með glæsilegu skotur vondri aðstöðu undir hann og í stöngina og inn. 12-11, Gústaf Bjarnason með annað mark sitt í leiknum og algjört meistaramark. Fín sending hjá Júlíus inn í hornið og Gústaf vann alveg feikilega vel úr þessu færi. Staðan 12-11. Íslendingar yfir 1 marki yfir eftir 5 mínútna leik í seinni hálfleik. Staðan 10-8 í leikliði, núna er hún 12-11 og aukakast dæmt. Litáar, Búčís kemur þarna út til að taka aukakastið. Þeir eru hættulegir, Búčís nr. 13 og Rasíkevicius nr. 15 í vinstra horninu. Og það ekki með línusetti, Gústaf og búið að brjóta þarna á skittunni. Júlíus Jónasson gengur vasklega fram í vörninni, það vantar ekkert upp á það. Patrekur líka og hér kemur svo góður snúningur hjá Gediminas Búčís. Línukappanum þeirra og hann jafnar 12-12. Náði að snúa sér vel, átti skrefinu all eftir þegar hann byrjaði að snúast á Geir Sveinsson sem að hrökk af honum. Búčís er stór og sterkur línumaður. 188 cm á hæð og rétt 90 kg og getur því tekið föstum tökum þarna. Nú gefur Júlían og brotið á honum, aukakast. Ólafur, Gústaf, Ólafur aftur, þetta þröngt, Júlíus og Ólafur. Og með línusending á Geir og Geir fær vítakast, fiskar 3. vítakasti sitt, Geir Sveinsson. En það er hins vegar ekki nema 33% nýting á vítakastum ennþá og Valdimar Grímsson reynir hér 4. sinni að taka vítakast. Þannig að verja hjá honum 2. Vaskevicius. Valdimar er hvergi í banginn, tekur hér 4. vítakastið. Og hann skorar beint yfir höfuðið á Vaskeviciusi. Valdimar Grímsson með
fjórða markið og Ísland yfir 13-12. Og Boris Bjarni Akpashev, aðstoðarþjálfari Þorbjörns Jenssonar. Hann lætur þarna Íslendinga heyra ýmis velvalin orð. Hér koma þeir og reyna að komast í gegnum vörðin. Það munar nú ekki miklu hjá þeim núna, þeim Litháum. Fyrir miðjunni núna Julius Marcinkevičius, leikmaður Kaunas, Granitas Kaunas. 6-8 í hópnum frá þessu liði. Og Marcinkevičius er nú beturlegið að reiða sig gegnum vörðina en að komast fram hjá mönnum. Hann er stór og þungur leikmaður. Þetta eru miklir jaxlar, miklir lurkar, þessi strákar frá Litháen. En hann spilar hreint prýðilega á þessu móti. Og hér kemur hann og Bergsveinn ver hjá honum. Prýðilega gert. Já, Bergsveini lokaði þarna alveg á Marcinkevičius sem og Patrekur stelur svo boltanum af Savu Kínasi. Það stöttur hann allt í lagi en hann fær aukakast Litháen og hér kemur svo skref. Þetta hlaut að vera skref á Robertas Patsuolis. Línusendingin sem hann sendi í 4. eða 5. skrifu var alls ekki slæm. En Dagur hér og Július, hann með línusending á Geir og Geir rifinn aftur og 2 mínútur, auðvitað 2 mínútur. Ekkert annað en 2 mínútur á Litháen og þá það Dalius Rasinkevičius sem fær 4. brottvísun Litháa. Og Geir fær svo aukakast. Reif aftan í skothöndin á Geir og þetta er eins skipt og það getur verið samkvæmt reglunum. Þessi er brottvísun. 12-13, Íslendingar geta loksins komið 2 mörkum yfir. Hér er Július út af miðjunni og skot hans framhjá en það farið í vörnina. Július Jónasson leikur út á miðjunni núna. Hvílir Dag Sigurðsson aðeins og Julian Duranona vinstra megin við hann. Hér kemur Július og hann sækir Ólafur og Julian og hann upp og Vaskevičius ver. Vaskevičius ver og þá er það Július og nú kom hann. Þetta var alveg í fínu lagi. Og sjá þetta aftur hér, Július upp fyrir utan puntalínuna og neglir boltan í vinkilinn. Þá svona var skjóta á markið. Július er feiknalega mikil skytta, getur skotið mjög fast en hefur nú leyndar sem meira í varnarleiknum á síðari misserum en sóknarleik. En hefur einhvern glemt í þessu engu að síður þegar þarf að skjóta mikið og fast. 14-12 er staðan, 20 mínútur til leiksloka og aðeins svona að laga staðan en það dugir það þegar að hinn hávaxni Marcinkevičius lappar hér í gegnum vörnina og snýr boltan fram hjá Bergsveini. Annað mark Marcinkevičiusar, vörnin illa stödd þarna, stóðu 3 fastir strákarnir og meðan að skapaðist rúm og svo koma þeir langt út á móti. Svo eins og þau þora, þeir eru ennþá manni færri Litháarnir og sending út af hjá íslenska liðinu. Þetta er alls ekki góður leikur hjá Íslendingum á köflum. Það verður bara að horfast í augu við það. Það er einhver spenna í loftinu sem að ekki næra að skila sig alveg rétt að leiðin í leikinn. En vissulega ágætis framtakinn á milli. Og litháíska liðið hefur náð að drepa þennan leik talsvert í dróma með að halda honum niðri með bæði vörn og ýmissi annarri spilamennsku. En hér missa þeir boltan og Július Jónasson nær honum. Og tæpt aukakast á Július. Jæja, 14-13 er staðan og Litháar geta jafnað. Julian Duranona leikur nú með í vörninni. Og hér kemur Marcinkevičius, hann er komin í gegn og fær aukakast. Og þá skiptir hann leikmann Valdemaras Noviks. Patsuolis kemur út af og léttari leikmaður Vaitas Klimčikauskas inn á. Hann er vinstrihandamaður og ætti aðeins að létta yfir spilinu hjá þeim.
14-13 en þá og 18 mínútur eftir. Það erfiður leikur og verður áfram erfiður, ég alveg viss það. Og falleg línusending inn á Bútís, glæsileg línusending inn á Bútís þarna. Kom frá Savukinas í númer 7 og Bútís skora 4. markið í leiknum og þeir jafna Litháar 14-14. Enn og aftur gengur þetta ekki nógu vel. Voru yfir 14-12 okkar menn en mistu síðan boltan og Júlíus hérna inn á miðjunni finnur Júlían og Júlían fær vítakast og 2 mínútur líka dæmdar á leikmann nummer 10 Marcinkiewicz. Hann hefur verið sterkur í sókninni núna og ágætt að fyrir okkar stráka að losna við hans málstund. 17,5 mínútur eftir og staðan 14-14 og vítakast. Valdimar Grímsson kemur á vítalínuna og þá loksins fær Almantas Savónis markvörður að reyna sig en hann hefur leikið heldur meira í þessari keppni heldur en Arúnas Vaskivísjus sem hefur reynt Íslendingu dálítið erfiður í dag. Savónis 1 gegn Valdimari og hann ver hjá Valdimar Grímssoni. Þetta er 3. vítakastið sem fer forgörðum hjá íslenska liðinu og það er bara einum á mikið. Savónis búinn að verja 1 og Vaskivísjus 2 og staðan jöfn 14-14. Litháarnir setja síðan upp sókn, þeir eru manni færri og eiga í nokkur vandræðum í sókninni. Reyna auðvitað að vinna tíma eins og jafnan er gert þegar svoleiðis er og lappa svona inn í vörðina og fá hvert aukakast eða öðru og þá er klukkan stöðvuð þegar að tæpar 17 mínútur eru til leiksloka. Það andar svolítið á að fá svolítið ferð á íslenska liðið. Það er nokkuð þunglamalegt en kannski ekki óeðlilegt eftir leik eins og þann sem við sáum í fyrradag gegn Júgóslavum. Og hér kemur svo skot og það er framhjá og Bergsveinn leitar að samherjum og finnur þá, ekki alveg að þarna frammi en þeir koma beint í sóknina. Júlíus og Patrekur og hann með skot í stöng og fær ekki aukakast. Já, það er svo sem ekki fyrsta sinn í dag sem að manni finnst dómgæslan dálítið sérstök svo ekki sem er sagt. Ég ætla ekki að fjalla frekar um það. En Patrekur Jóhannesson átti að fá aukakast þarna, það er engin spurning. Var öfluglega hrint eins og vel mátti sjá í hægri endursýningu á sjónvarpsskjánum. Staðan 14-14 og núna eru 16 mínútur rúma til leiksloka. 16 mínútur og þetta gengur bara vel hjá Litháunum sem eru þarna manni færri og þessi refsitími þeirra er að líða. Og nú kemur Tjerni Áskas út fyrir og svo kemur óvænt skot í stöngina og hraður hlaup og Patrekur fær boltann og hann út í hornið af Gústaf og Gústaf skorar. Svona á það að vera. Glæsilega gert, Gústaf Bjarnason og Patrekur Jóhannesson tekur hér virkan þátt í hröðum sóknum. Þó hann eigi sannarlega ekki að geta það olnbogans vegna en skot hans í stöngina það var nú bara hreint ágætt og munaði ekki miklu að hann væri hana innanverða eða þurfti ekki að fara mikið nær. Gústaf búinn að skora öllum sínum skotum og 3 mörk hjá honum. Þá er staðan 15-14 og stundarfjórðungur eftir. Litháarnir reyna, hann er ekki alltaf flókinn þessi sóknarleikur Litháana en hann er mjög lipur þessi stóri strákur Júlíus Marcinkiewicz sem hér var að fá aukakast, nú eru þau fullskipað lið þeirra og svo kemur óvænt skot frá Savukinas og íslenska vörnin svaf á verðinum og þeir jafna 15-15. Savukinas gekk bara að ganga þarna inn að manninum eftir aukakastið og vörnin var ekki tilbúinn
og Savukínas jafnar 15-15. 14 mínútur og 40 sekúndur eftir. Björgvin Björgvinsson kominn inn á og dendur fótur á hann. Og þá geta Litháar komist yfir 15-15 og 15 mínútur eftir. Mikil spenna í þessu og auðvitað þetta leikur mistakanna en menn leika nú ekki betur en andstæðingurinn leyfir það nú einu sinni þannig og svona hefur hann þróast þessi leikur og það spenna mikil hér. Það vantar ekkert upp á það. 14 mínútur eftir og falleg sending á Savukínasi inn á línuna og hann fær aukakast. Jæja. Og Savukínas nær að stjórna leik Litháana hér mjög skemmtilega, þessi strákur sem leikur í norska handboltanum. Og Bjergsveinn kominn hér og VN og þeir fá boltan. Þeir ná boltanum Litháar. Nei, og Íslendingar ná honum. Julian og Björgvin þarna í sammenningu. Hér kemur Julian og með skot og mark! Það var kominn tíma þar. Hér kom Julian núna með frumuskot og ég er nú búinn að segja búinn að vera að bíða svolítið eftir þessu. Og hann hefur nóga krafta til að skjóta boltanum á markið með þessum hætti. Og nú bara meira, Julian minn góður. Staðan 16-15 Íslendingum í hag, 13 mínútur eftir. Og Masikevicius lappar þá í gegnum vörnina, en hann ætlar sér og setur boltan í gólfið og yfir markið. Gerði þetta býsna vel, tók skref í sín og setti svo boltan niður. Þetta er nú svo sem svona tricks eins og handboltamenn segja sem að það er nú ekkert nýtt í bókinni, heldur hefur lengi fyllt en þetta virðist ennþá virka. Það er út af fyrir sig nokkuð skemmtilegt. 13 mínútur eftir. Og Julian ákveður að skjóta ekki. Julius reynir að komast í gegn. Finnur Julian aftur út á miðunni og Julian og brotið á honum og þetta er runningur af Julian Dúran núna. 16-15 fyrir Íslandi en þá. Og Savukínas fer í gegnum vörnina. Og búið að dæma skref á hann. Það slapp íslenska liðið vel. Og Julian og hann er tekinn föstum tökum. 16-15, 12 mínútur eftir. 12 mínútur eftir. Dagur og Patrekur sitja þarna mjög spenntir á bekknum og fylgjast með félögum sínum. Valdimar, Ólafur, Július, Julian og Björgvin inn á núna. Og hann fær heldur betur trakteringarna þarna út á kantinum. Var að reyna að komast þarna fram hjá Gita Skalkauskas sem að virðist vera mjög sterkur varnarmaður. Julian og Björgvin. Finnur Julian og Julian er tekinn föstum tökum. Aftur brotið á honum. Þeir ná að stoppa þetta og ég veist að kúveitandi búin að vera allan þennan leik að flauta aðeins og snemma. Það er ekki að segja um það hvernig þeir flauta, en þeir flauta aðeins og stemma, þeir fá ekki alveg að ljúka þessum sóknum. Það er varnarliðið sem er að brjóta af sér nær að græða á þessum brotum. En hér kemur Björgvin og Björgvin skorar. Þetta var fallegt spil og Björgvin Björgvinsson fellur við eftir og kom hann að hlaupandi skemmtileginn í eyðuna, fékk boltan og skoraði fallegt mark og íslenska liðið er á 2 mörkum yfir loksins. Jakkarna boltan frá Júliusi inn á línuna. Björgvin Björgvinsson með gott mark, fyrsta mark sitt í leiknum og fékk heldur svona fastar hendur á sig í leiðinni. 17-15 Íslendingum í hag, 11 mínútur eftir. Loksins komið 2 marka fórskot á 9. Það hefur ekki dugað hingað til, það hefur ekki haldist, en Dagurinn er að stela boltanum af Litháunum sem eru manni færri. Og Valdimar kemur hér í hraðahlaupinu og hann fær vítakast. Og ég hugsa nú að Valdimar verði hvíldur á vítalínunni núna. Valdimar Grímsson fiskar vítakast hér, gerir vel í því. Ólafur Stefánsson kemur inn á til að taka vítakastið gegn honum Almantasi Savónis sem kom inn á áðan til að verja þriðja vítakast Litháa. 17-15 er staðan, 10 mínútur og 45 sekúndur eftir. Ólafur Stefánsson á vítalínunni gegn Savónis og Savónis er tilbúinn, Ólafur líka. Og Ólafur setur boltan beint í andlitið á honum. Savónis búinn að taka 2 vítakost.
Já, það ekki gott að skora þegar að menn verja svona. 4 vítakost farinn, 2 hefur Vaskevicius varið, 2 hefur Savonis varið og Íslendingar ennþá 2 mörkum yfir. En það munar nú aldeilis mikið að nýta ekki vítakostinn þegar þau eru svona mörg sem var úrskeiðis. Og þeir eru ennþá manni færri Litháar. Og reyna að finna leið, Černiauskas og Patrekur tekur fast á leikmann nr. 8, Gedvilasi. Og hann dæmdur og ólöglegur. Og Björgvin Björgvinsson kemur í hraðaflið og skorar! Björgvin Björgvinsson kemur og skorar 18. mark Íslendinga. Hvergi banginn, 2 mörk hjá honum og gerir þetta geysilega vel. Þú voru fljótur átt þessi strákarnir og Björgvin óðu böllinn eldfljótur og kom svo upp í alla sína hæð fyrir framan mitt markið og skoraði laglega. 18-15, þráttur að 4 vítakost hafi ekki nýtt hjá íslenska liðinu. Og hér kemur svo á þetta. Já, ef þeir hefðu ekki dæmt á hann áðan, þá hefðu þeir dæmt á hann núna. Það var komandi miklum kraft inn í vörðina og einhvern tímann hefði maður séð dæmdan ruðning af þetta, en það er mjög tegjanlegt hvernig og hvenar hann er dæmdur. Hornamaðurinn þarna og Černiauskas, bræðrabylta hjá honum og Björgvin Björgvinsinni sem kann alveg að fara með hann. Vaskevicius áfram þarna vinstra megin núna og nú kemur inn á risinn Gintaras Vilaniskis, leikmaðurinn sem er með Rostock í Þýskalandi. Hann hefur náði sér ekki eitthvað á striki fyrir hálfleiknum og hann hefur ekki beitt honum, hann Novex þjálfari, fyrr en núna, hann er komið inn á miðuna. Og hér kemur Marcinkas og hann fær vítakast. Þannig gerði íslenska vörnin mistök, það fór ekkert að milli mála. Julius Marcinkevičius náði að fiska þarna vítakast af því hann komst alltof nærri. Aðeins of seinir átta sér strákarnir, staðan 18-15 og svo kemur vítakastið og það er Vilaniskis sem er búinn að skora úr öllum vítakostum. Litháanna utan einu sem hann tók reyndar ekki sjálfur, sem hann Bergsveinn Bergsveinsson varði í upphafi leiks. Og staðan þá 16-18, 2 marka munur. Julius áfram fyrir miðjunni, Ólafur áfram hægra megin og Valdimar í hægra horninu. Julius, og hann reynir að komast í gegn og það er búið að hrinda honum þegar hann skellur þarna á hornamanninum segi ég. Ólafur, Geir er áfram í slagnarfatinn á línunni, það er mikill slagur hjá Geir Sveinsinni og Julius kemur hér í gegn og þeir reyna að stöðva hann á öllum stigum. 7 mínútur og 50 sekúndur eftir. 18-16 er staðan. 18-16. Valdimar Ólaf og Ólafur með skot og þarna ver Savonis. En það er brottvísun, enn ein brottvísuninn og nú er það Gedvilas sem fer út af í 2 mínútur og hann er útilokaður. Hann er búinn að fá 2 brottvísunir áður þessi piltur og hann lítur að fá rauða spjaldi núna. Hann fer nú bara á bekkinn og sest, eða hvað? Nei, hann fær rauða spjaldið og er sendur upp í áhorfendabekki. Hann má ekki taka þátt í þessu meir. Búið að reka hann út af 2 áður og svona er þetta nú. Staðan 18-16. Íslendingar orðnir manni fleiri aftur og Litháarnir konir með 6 brottvísanir, jafn margar og Íslendingar. Nú er Dagur kominn inn á, Ólafur og Julius. Ólafur og hér kemur skotið og það er framhjá. Ólafur ekki ánægður með þetta, en það voru 7 mínútur eftir. Það er búið að vera mjög erfiður leikur hjá íslenska liðinu, en svo hægt verið að sjá en okkar menn hafa þó alltaf verið yfir, alltaf haft frumkvæðið og alltaf komist yfir á ný eftir að Litháar hafa jafnað. 18-16, 7 mínútur eftir og þetta er baráttu leikur sem verður að vinna og það er númer 1, 2 og 3. Litháar eftir að sigur Japana hér áðan á Alsíringum
þá riðillinn opnast upp á gátt og Litháar að berjast í því að reyna að ná stíu út úr þessum leik og helst tveimur. Þeir þurfa svo mikið á því að halda til þess að þeir getur bara hreinlega fallið úr eftir þennan sigur Japana og þeir gefa sig ekkert. Hér Martin Gevicius sendir gólskot í hornið og vinkar munin í 1 mark, 17-18 þegar að 6 mínútur rúmar eru til leiksloka. Já, það er mikil örvænting í þessu. Íslendingar verða að vinna þennan leik til þess að vinna riðilinn og fá þar með auðveldast andstæðinginn í B-riðili. Og Júlíus með sendingu þarna sem næri ekki til Geirs og það er ræðuflöfni hjá Litháunum og Bergsveinn sem tekur skot þvílíkt og annaðins. Bergsveinn tók Martin Gevicius alveg í nefið þarna, fótinn upp fyrir ofan höfuð. Þvílíkt og annaðins, geysilega vel gert og var Íslendingum aldeilis að gagni. Þarna voru Litháarnir við það að jafna. Í staðinn geta Íslendingar komið 2 mörkum yfir. Ólafur Stefánsson er óánægður með skotið sitt á hann og hann skilar þessu bara beint í netið. 4. mark hans. Og mér finnst bara Ólafur kannski hefði mátt vera svolítið duglegur að skjóta í þessum leik. Ekki andilega alltaf fengið tækifæri til þess. Þeir voru farnir að klippa hann út í fyrri hálfleik, farnir að taka hann úr umferð, en núna hafa þeir verið að láta hann í friði og þá er að gera skjóta. Komið 4 mark hjá Ólafi, það vísu í 7 tilrennum en allt það. Nýtingin held ég ekki góð hjá mörgum í þessum leik. Og Bergsveinn að verja og Íslendingar ná boltanum aftur. Og hætta við hraðuhlaupið. 19-17 er staðan. Og nú er þetta að koma 3 mörkum yfir og það er mjög mikilvægt að nýta það tækifæri núna þegar rúmar 4 mínútur eru eftir. Það myndi svona koma annar í hendi á þessi stig 2 sem er í boði hér í þessari erfiðu riðlakeppni. Og nú koma þeir langt út á móti Litháarnir og reyna að trufla íslenska liðið sem mestur mega. Patrekur kom inn í sóknina, var reynda með í síðustu sókn líka. Hér kemur Dagur og Ólafur og Valdimar og Dagur og þeir eru mestu vandræðum að fá. Og hér kemur línusending og Ólafur inn úr horninu og skot hans er framhjá. Og áfram heldur leikurinn, 19-17. Litháarnir eru ennþá manni færri. 19-17 er staðan, 4 mínútur eftir og Litháarnir reyna hér að komast í gegnum þetta. Sjerni Áskas í horninu og Vílaniskis, hann með skot og þvílíkt mark hjá Vílaniskis. Geysilega fallegt mann. Þetta er nú bara fyrsta skotið hans í sérleiktíman í fyrri hálfleik og það ratar alla leið. 19-18 er staðan núna þegar 3,5 mínútur eftir. Litháar neita að láta stíka sig af, alveg. Og nú eru þeir farnir að leika ennþá framar gegn íslensku sókninni. Patrekur og Dagur leika hratt fyrir utan og hér kemur Björgvin. Patrekur og hann er skot, alveg að boltinn er inni. Það þurfti svona spáhefni. Skaut á marki Patrekur og Savonis misti boltan inn. Já. Patrik var vantanlega ekki heiðursmerki fyrir þetta mark en það talið með eins og hinn. Staðan er 20-18. 20-18, 2,3 mínútur eftir. 2:47, ákaflega mikilvægt að þessi bolti skildi detta í markið. Ákaflega mikilvægt því að það hefur gengið vel hjá Litháunum að trufla íslensku sóknina með því að spila mjög framalega í vörninni. Og hér kemur Savukínas og Patrekur nær boltanum að brotið á honum, hann verður hinn og geysilega fínn leikur hjá Patriki Jóhannesinni sem meiddist á olnboga á æfingu í gær og hefur ekki getað beitt sér í sókninni hér en hann er nú samt að koma með núna og var að skora hérna rétt á hann. Já. Alltaf gaman þegar að hlutinni bjargast og ekki síst þegar tilkoma menn sem að jafnvel átti vona á að yrðu alls ekki í liðinu vegna meiðsla. En hér kemur Ólafur Stefánsson og Dagur Sigurðsson og hann Ólafur aftur og nú er dæmt leiktöf á Íslandíkana. 2 mínútur eftir 20-18. Já, þeir létu á það reyna strákarnir hvað þeir fengju lengi að láta klukkuna ganga í sókninni
Það var ekkert íkjæðir Ingi